Komið sæl og velkomin heim í stofu og gleðilega páska. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 17. apríl á sjálfan páskadag er þema dagsins hinn krossfesti lifir. Jesús er upprisinn. Lexían er úr Sálmi 118, pistillinn er úr 1. Korinthubréfi og Markúsarguðspjall segir okkur frá því þegar konurnar komu að gröfinni tómri. Lestrarnir eru mislangir og ég mun láta nægja að lesa þau vers sem ég tala út frá. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, páskadagur er dagur gleðinnar, dagur upprisunar. Hann boðar nýtt upphaf. Ætlunarverki Jesú Krists var lokið, það var fullkomnað. Hann sigraði í baráttunni við hið illa og með upprisu sinni sigraði hann dauðan. Vegna þessa sigur segir Páll postuli að við eigum að fagna, halda gleðihátíð. Og Pétur skrifar: lofaður sé Guð og Faðir Drottins oss Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum og veitt okkur óforgengilega flekklausa og ófölnandi arfleifð sem ykkur er geymd á himnum. Kraftur Guðs varðveitir ykkur sem trúið. Til þess að þið öðlist hjálpræðið sem albúið bíður þess að opinberast á efsta degi. Fyrir trúna á Jesú Krist erfum við hjálpræði á himnum. Lexían í dag, Sálmur 118, er lofsöngur til Guðs. Drottinn er styrkur minn og lofsöngur, hann varð mér til hjálpræðis. Fagnaður og sigur óp kveða við í tjöldum réttlátra. Hægri hönd Drottins vinnur máttaverk, hægri hönd Drottins er upphafin, hægri hönd Drottins vinnur stórvirki. Ég mun eigi deyja, heldur lifa og kunngjöra dáðir Drottins. Í trúarjátningunni játum við að Jesús muni rísa upp á 3. degi og sitja við hægri hönd Guðs. Jesús, hægri hönd Guðs, vann máttarverkið. Hann var upphafinn og vann stórvirki. Og vegna þessa stórvirkis segir sálmurinn: mun ég ekki deyja, heldur lifa. Í lok lexíunnar er þetta vers úr Sálmi 118 sem 3 guðspjallanna vitna í. En það segir: steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini. Og postulasagan segir: Jesús er steinninn sem þið, húsasmiðirnir, virtuð einskis, hann er orðinn að hyrningarsteini. Svo hver er munurinn á hornsteini og hyrningarsteini? Hlutverk hornsteins hefur breyst með tímanum, en á tímum Biblíunnar var hornsteinninn fyrsti og mikilvægasti steinninn sem húsasmiðirnir komu fyrir við byggingu hús. Þessi steinn lagði línuna fyrir allt húsið. Væri hann illa lagður, varð húsið ótraust. Líkingin er að Jesús sé hornsteinninn sem leggur línuna fyrir okkur. Hann er bjargið sem hinn hygni maður byggir hús sitt á, svo hann standist hinn verstu áhlaup í lífi sínu. Í Jesaja segir: svo segir Drottinn Guð, sjá, ég legg undirstöðustein í Síón, traustan stein, valinn hornstein, sá sem trúir flýr ekki. Nafnið Síón birtist 152 sinnum í Gamla testamentinu sem titill á Jerúsalem og þar af 38 sinnum í Sálmunum. Og á pálmasunnudag fór Jesús til Jerúsalem og beið þess
að vera handtekinn, dæmdur og líflátin á krossinum. Með dauða hans var hornsteinninn undir stöðusteinninn að kristinni trú lagður. Traust undirstaða skiptir öllu máli, líka í trúmálum. Í fyrra Pétursbréfi stendur: ykkur sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðinn að hyrningasteini, ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Fyrir hina trúuðu er steinninn bjarg. Hinum vantrúuðu er hann hyrningasteinn, það er ótraust undirstaða. Ef Drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til einskis, segir í Sálmi 127. Pistillinn úr fyrra Korinthubréfi og þar segir Páll: hreinsið burtu gamla súrdegið til þess að þið séu nýtt deig, enda eru þið ósýrð brauð, því að páskalambi okkar er slátrað sem er Kristur. Höldum því hátíð, ekki með gömlu súrdegi eða súrdegi ílsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauðum hreinleikans og sannleikans. Þegar Ísraelsmenn flúðu frá Egyptalandi voru að koma páskar. Þeir fengu boð frá Guði að slátra páskalambinu sem átti að vera lítalaust, veturgamalt, hrútlamb, og það táknaði dauða Krists. Og þeir máttu engu leyfa af lambinu. Blóðið á dyrastafnum merkti þá Guði og í 7 daga áttu þeir að eta ósýrð brauð, það er að segja gerlaust brauð. Ósýrð brauð eru táknum hreinleika og þeir sem neita þeirra eru frátekin lýður Guðs. Í 16. kafla Matteusar varar Jesús lærisveinana við súrdegi farisea og saddúkea og eftir útskýringu hans skildu þeir að hann var ekki að tala að varast súrdegi brauði, heldur kenningu farisea og saddúkea. Í pistlinu segir Páll hina kristnu vera nýtt deig, nýtt trúarbragð. Og þar eigi gamalt súrdeig, það er kenningar annarra trúarbragða, ekki heima. Kristnir eru frátekin lýður Guðs eins og Ísraelsmenn forðum og í altarisgöngunni er oblátan ósýrt brauð sem við neytum í minningu Jesú og sem frátekin lýður Guðs. Í Rómverjabréfinu reynir Páll að útskýra hvernig frelsun hins trúaða manns fer fram. Hann segir: allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn, því það við fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists. Já, fyrir trúna verðum við börn Guðs, systkini Jesú, og sem systkini hans eigum við rétt á að erfa Guðs ríki með honum, því að Guð er einnig faðir okkar. Já, þemað er hinn krossfesti lifir og vegna upprisu hans er okkur gefin sú von að við verðum einnig reist upp. Og hinir 7 dagar ósýrðu brauðana eða 1 vika sem rúllar endalaust er tákn eilífðina. Páll segir: höldum hátíð vegna sigurs Jesú yfir dauðanum, án þess að hafa illar hugsanir til annara. Og hvatning Páls til okkar er að við lifum í hreinleika og sannleika hinnar nýju kenningar Krists. Guðspjall dagsins segir frá því þegar konurnar komu að gröfinni sólarupprás á sunnudagsmorgni
til að smyrja líkið og steininum hafði verið velt frá. Engill segir þeim að Jesús sé upprisinn og bætir við, en farið og segir lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan ykkur til Galileu, þar munið þið sjá hann eins og hann sagði ykkur. Já, Jesús hafði sagt þeim að hann mundi rísa upp aftur. En hversu heitt sem menn vildu trúa, hefur það verið ofvaxið þeirra skilningi. En orð engilsins rættust. Jesús birtist lærisveinum sínum í 40 daga. Á þessum tíma gaf hann lærisveinunum meiri skilning á spádómum Gamla testamentisins og því sem hann hafði kennt þeim áður. Og hann minnti þá á að hann væri að uppfylla spádóma sem hefðu verið lesnir í musterinu öldum saman. Jesús sagði, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað mig í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. Þessir endufundir styrktu lærisveinana enn frekar í trúnni að Jesús Kristur væri sannarlega sonur Guðs og gerði þá enn ötulli í að boða fagnaðarerindið. Páskadagur, dagur uppreisunar, boðar nýtt upphaf. Hann er uppfylling spádóms sem sannaði að Jesús er sonur Guðs og þess vegna líka Guð. Því að enginn nema Guð getur sigrað dauðan. Allan tímann sem Jesús gekk hér á jörðu boðaði hann ríki Guðs, ríki Föðurins á himnum. Og það er það sem fagnaðarerindi snýst og er hjálpræðið sem Pétur sagði að biðja okkar albúið á himnum. Hreinsum því burt gamalt súrdeg því að okkur býðst nýtt upphaf, nýtt líf í ríki Guðs og eina skilyrðið er að við trúum því að Jesús sé upprisinn. Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, sagði Jesús. Og hann sagði líka, ég lifi og þér munuð lifa. Það er í þessu fyrirheiti sem hinn kristni maður hvílir, fyrirheiti sem fullvissar hann að hann fái aðgang að ríki Guðs. Guð reisti Jesús upp frá dauðum og hann hefur lofað að reisa þá upp sem trúa á hann. Og við treystum á orð Jesú, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Við þurfum að velta steini vantrúar frá gröfinni og fullvissa okkur að gröfin sé tóm. Jesús er upprisinn, hinn krossfesti lifir. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.